Já, komið þið sæl. Það var mikill kraftur í veðrinu í gærkvöldi og vel fram á morguninn, að minnsta kosti hér vestanlands. Þrumuveður líka og mikla vindhviðu sem að fylgdi þessu og svo hefur þetta nú allt saman róast þegar liðið hefur á daginn. Þannig að klukkan 18 í dag þá vorum við með svona leifarafstæðar lægð hér vestur af landi og það sem er að gerast þar er að við erum að fá inn nýjar bylgjur á þessi skil sem eru hér austur af landinu og önnur bylgja sem kemur hér upp að austurströndinni þegar það líður þá á morgundaginn og mun hafi för með sér úrkomu fyrsta sinn landið austanvert og síðan dreifir þetta aðeins úr sér til vesturs. Hlýja loft að streyma hér til norðurs í raun og veru að mestu leyti fyrir austanland og við liggjum í köldum loftmassa og við sjáum að upptökin það náttúrulega frá heimskautasvæðum Norður Ameríku, þar að leka úr Stórabóla hér út á Atlantshafið en í nærmyndinni þá verður því veður svona nokkuð óstöðugt hjá okkur næstu 2 sólarhringa en síðan mun loftþrýstingur fara hækkandi og við fáum í rauninni bara fínasta veður svona í vikulok en við sjáum að klukkan 19 og þá svona úrkoma víða hér sunnan til á landinu og lægðabóla sem að koma hér upp á suðurströndinu og leita til norðurs. Þegar hún hjá og þá vöknum við það í fyrramálið að það verður bjartveður víða norðan og austalands. Það verður nokkuð ákveðin sunnan eða suðvestlæg átt hér vestan til á landinu og geta dottið inn stöku skúrir eða él. Og þá staðan á þessa leið í fyrramálið. Við sjáum að það hiti svona sunnan og vestan til á landinu og jafnvel víðar á bilinu svona 1 til 4-5 stig og lítilsháttar svona él á köflum sunnan og vestan til á landinu. Og þessi svona élja og skúragangur hann svona smá saman deyr þegar líður á daginn því að þessi bakki sem kemur hér eða þessi skil sem koma hér muni leiða til þess að loftmassin yfir landinu verður stöðugri og við sjáum það að það orðið þurrt alferð á vesturhluta landsins klukkan 20 annað kvöld, úrkoma fyrir austan og róleita veður svona mestu leitinni, maður voru svona aðeins farin að bíta í þessu sunnanátt þá hér allra vestast á landinu en síðan koma þessi skil, þau leita hér aðeins til vesturs þegar líður á annað kvöld og áframnótt miðvikudags og staldra svona við tíma yfir miðju landinu, ekki víst að þau náu hér út á vesturströndina og á miðvikudags morgun verður staðan á þessa leið. Það verður ákveðin vestlæg eða suðvestlæg átt hér úti fyrir vesturströndinni. Annars staðar svona vindátt breytileg, sérstaklega á norðausturhorninu og við getum ekki góða norðvestastreng hér syðst á landinu og skilin þau fjarlægi sem og svona dofnar yfir þeim þegar líður á miðvikudaginn og við fáum nokkuð ákveðna suðvestanátt hér inn með skúrum eða éljum og þá fyrst og fremst á norðvesturhorni landsins en þau svona smá sem hann dofna líka þegar líður þá á miðvikudaginn. Þetta er staðan á miðvikudagskvöld á klukkan 8 og við svona veit að ég athygli að það sem eftirliði miðvikudags og fram til 50 dags að þá hækkar loftþrýstingur nokkuð ört hjá okkur og komin yfir 1030 millibörn þegar komið fram á 50 daginn og við sjáum hér að það hefur verið för með sér að það verður bjartveður víða land og þurr viðri að mestu leyti og bara fínasta veður í rauninni kortan þá fyrir 50 dag, föstudag og jafnvel stóra hluta helgarinn eins og við sjáum hér að föstudaginn verður suðlæg eða breytileg átt og fínar hitatölur getur verið að slaga í þetta 10 stig allan á norðan til á landinu. Lítum aðeins þá út í heim og förum yfir til Evrópu og við sjáum að það háþrýstisvæði hér yfir Norðursjó og sunnanverðu Skandinavíu og bara nokkuð fínar hitatölur þar og sólríkt víða en svona öllu ritsjóttari tíð þegar við komum hér til Ítalíu, Balkanskaga og jafnvel allt suðaustu til Tyrklands, skúraleiðingar og jafnvel þrumuveður þar á ferð
ágætisveður heilt yfir í Frakklandi sem og á Íberíuskaganum, það er að segja Spáni, en þó er viðbúið að dettin stökku skúrir í suðvestur hluta Spánar sem og í Portugal. Og á Kanaríeyjum að þá ætla veðrið að verða á þessa leið á morgun, sólríkt svona víðast hvar og hiti 20-25 stig og við endum síðan hér í Norður-Ameríku þar sem er spáð votviðri út við vesturströndina og hita bara í kringu 15 stig. Segjum þetta gott að vera í dag, verið sæl.